Með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það 20. júlí fyrir þá sem að hlusta hér eftir á. Við erum komin hérna yfir í frjálsar íþróttir. En já, næstu helgi þá heldur betur veisla á Kópavogsvelli og þá fer fram með mitt 89. meistaramót Íslands í frjálsum og já, það frjálsta deild Breiðabliks og IR sem halda þetta mót og ég kom með formann Breiðabliks á línuna. Það Eiríkur Mörk Valsson, góður blessa og sællöfðingi. Sæll blessaður. Hvernig gengur svona undirbúningur hjá okkur fyrir þetta stórmót? Hann gengur bara vel. Já? Já, samkvæmt áætlun. Já, og ætlar ekki veðri líka að vera áætlum að venju? Jú, ég held það. Já? Já, það verður allar tánuðinni. Já, nákvæmlega. Og snjóar ekki. Nei. En hvernig svona áður en ég fer að spyrja út í meistaramót Íslands, svona hvernig hefur verið svona stemningi hjá okkur í Blikum í sumar á þessu frjálsta tímabili? Hún er verið góð. Já, við erum með frekar ungt fólk, frekar heldur hitt og mikla framfæris og þá kastar maður ekki. Nei, nákvæmlega. Já, og það náttúrulega kannski helst að náttúrulega bara í byrjun sumars að þá náttúrulega eignusti þarna Ingi Rúnar, þá var hann hvað Norðurlandameistari í tugþrótt ungmenna, eða ekki? Jú. Ingi Rúnar Kristjánsson, þetta mikill efnilegu pjakkur hérna sem þið eigið hérna í Kópavoginum? Já. Hann er það. Já. Og hann er ekkert að hætta. Nei, nákvæmlega. Nei. Hverju eru svona helstu uppröðandi stjörnu núna þarna úr Blikum og frjálsíþrótta deilduna þarna? Þið náttúrulega með nóga fólki þarna, eða ekki? Við erum með fullt af fólki, jú. Það náttúrulega Ingi Rúnar og Björgvin Brynjarsson er að skoti sterkur í sprettinum. Svo Irma Gunnarsdóttir. Sem bæði, já, hún gerir allt en það í landsliði í sjöþrautkvenna 17 ára. Já, þannig að þetta nú kannski svona nöfni sem að koma fyrst upp í huga. Já, það eru mörkur af krökkum hjá okkur sem að eiga eftir að gera kallinn fræga. Hvernig eru svona aðstæður fyrir frjálsar í Kópavogi? Við höfum setta sumrinu, Kópavogsvöldu, við höfum gott aðgengi þar og hverstum alls ekki aðstæðum þar. Veturinn, það þrengur okkur, við höfum æfingarsvæði inn í knatthúsinu, Klífunni. Já. En það þrengir að okkur, það setur okkur mörk að við getum tekið marga inn. Já, svona ýmislegt annað í gangi hérna sama tíma og svona? Það það stundum, já. Já, stærsta knattspyrnudeild landsins eða fjölmennasta til dæmis, sko. En hvernig, já, það allan að meistaramót Íslands núna næstu helgi og já, þetta verður heldur betur mikið veisla á Kópavogsvellinum. Það verður það. Þannig erum við náttúrulega heppin, það lítur út fyrir að ég held bara allt okkar besta fólk verður þarna. Ásdís og Hafdís og Anita og Kolbeinn Höður og svo verður náttúrulega sunnendingur Tristan Freyr Jónsson. Sonur Jóns Þuríðarssonar. Já, hann ansi öflugur. Hann mjög öflugur, já, hann er ótrúlega drengur. En hvernig og frændans Ólafur Guðmundsson. Já, þannig að þið fáið þarna helstu töffarana bara á sveiði? Já, við fáum það alla. Já. En hvernig svona fyrir þá sem vilja skella sér á þetta, þetta fín svona fyrir áhörendur og fleira eða ekki á Kópavogsvellinum, fyrir þá sem hafa ekki komið á gáður? Jú, það er mjög góð aðstæða í stúkunni og þetta er svona frekar stutt og snart mót, stendur ekki lengi, þetta er 4-5 tíma hvort dag. Já. Þannig að frekar þjappað og eins og það er svo fáum við 10 færiðinga í heimsókn. Já, sem koma sem gestir? Sem keppa sem gestir, já. Og hvernig það, veistu, eru færiðingar svolítið segir í frjálsíþróttum? Já, þeir viljast þegar það er svolítið. Þeir koma hérna líka yfirleitt allavega eitt móti að vetrinum, sko, innanhús og þetta nú haldið í fyrstu skipti sem þeir koma að sumrinu. Það finnst okkur bara gaman. Já. Hvernig svo náttúrulega líka meistaramót í frjálsum fatlaðara. Já, sem fer fram á sama tíma. Það fer fram samhliða
samhliða hinum mótinu, já. Já. Þannig að það verða helstu keppur mætt að þaðan, væntanlega eins og Helgi og svona. Já. Þeir verða þarna allir. Já. Og keppa ýmist með ófögluðum eins og við heitum. Já. eða sér þeir svona eftir fjölda og öðrum. En 100 metrarnir þeir eru jafnlangi fyrir fallað og fallaða. En það heldur betur búið að vera mikið að vera í sumar í frjálsum og svo búið að vera eitt svona skemmtilegt mót sem búið að vera yfir í sumar þarna, það búið að vera svona meistaramótsröð eða ekki hjá ykkur félagunum? Stigamótaröð, jú. Já. Hvernig hefur svo keppni svona farið fram eða hvernig virkar hún fyrir sig? Já, hún gengur, það byggir á því að keppendur safnaði stigu frá mótur til móts. Og svo gert upp á haustin og veluna þeir sem hafa samtals flest stig að spretthlaup og millivegalengdir og langhlaup og stökk og kost. Þannig í rauninni búið að vera í allt sumar eða hver einustu helgi og virka daga keppnir? Það afskotið mörg mót, já. Þá sem að það fylgjast með öllum mótum, hann gerir ekkert annað. Nei, já, nákvæmlega, segðu. En það framtíð frekar björt í frjálsum þessa dagina að það veriðist vera, það skiptir engum máli hvað mótmaður fyrir á, það veriðist öll með vera slegin alltaf? Já, það er svakalega gaman í frjálsum núna, það er svo mikið af ungu fólki að koma upp og svo eigum við náttúrulega Hafdís Akureyringur. Já. Hún nú rúmlega komin að fermingaraldri sko en hérna og slæðir bara met eftir met og Ásdís Hjálmsdóttir önnur líka sem að hefur viljað hætta svolítið snemma stelpurnar fyrir þess hjá okkur en þess að það sína það engin ástæða til þess að hætta þó að fólk klári menntaskóla. Já, maklega. Að fólk bara eflist eða heldur áfram. Svona þegar ég spyrir þig Eiríkur, hvernig kom það til að þú komst að því að svona fara í að vinna við frjálsar? Í kringu frjálsdadeildina? Það er mjög einföld ástæða. Það er svona minn sem keppir í frjálsum. Og það hefur dregið þið bara áfram? Já, það hefur reynið að styðja við sitt fólk. Og hvað finnst þér svona skemmtilegast við frjálsarnar? Er það eitthvað sérstætt við það? Já, það er ákaflega skemmtilegur andi til dæmis á mótónum og það er allir félagar þó þú sé að keppa og þú sé að berjast medaljur að keppendur þeir hvetja hvern annan alveg miskunnlaust og faðmast að kissa þó þeir hafa verið að tapa velunum. Já, svo það er engin félagarígur í þessu ekki með að riðskenda þetta er bara eitt stór félagahópur. Og svo náttúrulega svolítið gaman að því að þeir viðast vera svona þjálfu upp hvern annan í leiðinni. Já, það gerir það, já. Þeir leiðina hver öðrum alveg miskunnlaust. Og eins og ég segi, þó að séu meistara titill í húfi þá láta þeir ekki stoppa sig. Nei, nákvæmlega. En við erum það er allan að búið að vera að gera gott en mótið sjálft þarna næstu helgi meistaramót Íslands, þarna verður samankomið okkar besta fyrrasta fólk og þetta hefst bara, hvað er það ekki á laugardag eða hvernig byrjar þetta? Á laugardag, jú. Fórkeppni í langstökki til dæmis hefst þetta í 10:30 en hálf eitt hefst nú aðalkeppni, já. Og stendur til 4:05. Og það er nóg að snúast hjá ykkur núna þessa dagana í stjórnunum? Það er það. Já. Það þarf að hafa mannskap og það þarf að hafa kúlur og spjót og hvað það allt hittir. Nákvæmlega. Þetta er gaman. Já, heldur betur. Getjum allar þess að kíkja hérna. Eiríkur Mörk Valsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og svona rétt ára svona kveðið þá hafa náttúrulega íringar verið í svona öflugastir í meistaramótinu. Eiríkur heldur að sé eitthvað félag að fara að stríða þeim núna þetta árið? Hafnfirðingar langa til þess. Já. En hvort þeir gera það núna veit ég ekki. En það er náttúrulega ljóst að þetta eru rísarnir. Já. FH og IR. Svo eru Akureyringar og Breiðablik og svona
ármenningar kannski koma svona í átt og eftir. Já. Eiríkur, var svona þakka að kærlega vera að gefa okkur tíma og já, gangiði vel helgina. Það náttúrulega nóg framundan og verður mikið veisla hérna á Kópavogsvellinum og bestu þakkir. Það verður veisla, verður velkomin, takk. Takk fyrir, sumleis. Og það að sjálfsögðu frítt á þennan viðburðu, allt þetta líka á fri.is og svo þetta náttúrulega verður þetta mót, allt þetta að finna þetta mót inn á Frjálsíþróttasamband Íslands Facebook síðunni og svo náttúrulega þetta var ég að byrta hérna inn á sportáttasíðunni hvernig hægt að nálgast meira þennan viðburð. Allir velkonir 89. meistaramót Íslands 2015 að hluti. Hefst á laugardaginn og verður yfir helgina. Þetta alvöru veisla á Kópavogsvellinum, ekki missa þessu. Nú, næsti viðmælandi minn, hann að koma sér fyrir í símanum, það Jökull Ástór Ragnarsson. Hann markaðasti leikmaðurinn í utandeildinni í Reykjavík og það svolítið gaman að segja frá því að hann búinn að skora 10 mörk í 3 leikjum. Það mjög sérstakt. En hann hér næstur á línunni eftir smá stundu. Við tölum áfram fótbolta það sem eftir lifir þátts. En svona þar til ég sleppi þá bendi ég að sjálfsögðu að ef við náum ekki Björgvin Páll þá náttúrulega eru heimsleikarnir hjá Björgvin Karl Ásaki, þá eru heimsleikarnir CrossFit að hefjast bara á morgun í Bandaríkjunum og það 5 einstaklingar og 1 lið frá Íslandi sem unnu sér inn þátttökurétt á þessu móti með frábæri frammistöðu undan keppnin sem framfór í vor. En Íslendingarnir náttúrulega hefja keppni ekki fyrir á miðvikudag og það náttúrulega þannig að keppendurnir þannig að það náttúrulega Anni Mist Þórisdóttir og Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir, Þuríður Erla Helgadóttir og Björgvin Karl Guðmundsson, okkar fulltrúi á Suðurlandinu. Næsti viðmælandi minn markaðasti leikmaður utandeildar Reykjavík og staðan í leikjum kvöldsins. Breiðablik 0, Fylkir 1, lokatölur eru þar. Fylkir því fer upp fyrir Fjölni í Pepsi-deild karla. Konur í 5. sæti með 17 stig líkt á Fjölni nema að Fylkir með betri markatölu, muna 3 mörkum þarna á milli. Og meðan Blikarnir eru 2 stigum eftir Val ef að Valsmenn vinna leikni í kvöld. Þeir eru 1-0 yfir þegar 9 mínútur eftir að leiknum. Mark Valsmanna kom á 22. mínútu og það var Kristinn Ingi Halldórsson sem skoraði það mark. Valur náttúrulega í 3. sæti og jafna því FH að stigum með 24 stig þar sem að FH töpuðu gegn KR í gær sem að fóru upp á toppinn og eru núna á toppnum með 26 stig. Leiknir Reykjavík hins vegar í 11. sæti með 10 stig ef þeir tapa gegn Val og Keflavík í neðsta með 5 stig en Leiknir aðeins 1 stig á eftir IBF sem í 10. Víkingur Reykjavík þarna í 9. sæti með 12 stig, svo það IA í 8. með 13. Það mikið lengja þarna. Stjarnan í 7. með 16 stig. Svo eru 2 leikir náttúrulega í Pepsi-deild kvenna í kvöld. Stjarnan sigraði Fylki 4-0 og Selfoss sigraði IBF 2-0. Nú það bili, heldum áfram í fótboltanum hér í sportættinum. Gæða hamborgarar í Krónunni. Komdu og gerðu frábær kaup á hamborgurum. Engin aukaefni. Krón